Þessi þáttur í boði. Þarft að bletta bílinn? Við eigum rétta litinn. Orka, Stóraða 37, síminn 586 1900. Bílrúður.is. Ferskar íslenskar tortillur, ferskar spelttortillur. Engin aukaefni. Tortillurnar frá Drangabakstri fást í Krónunni og í Nóatúni. Go-karthöllin, bílarnir frá Michael Schumacher eru í toppstandi í go-karthöllinni. Hot-hett skemmtum, go-karthöllin, Súðavegi, tímunni 55 30 500. Komið sæl og verið velkomin í mótorinn. Ég heiti Stígur Kettis. Við þættinum í kvöld ætla ég að sýna ykkur viðtal sem ég tók við Ingólf Guðvarðarsson. En hann einn af þremur sem að fara að taka þátt í FIA NES-mótinu í torfærum. Og hann búinn að vera að eyða síðustu vikum í það að undirbúa bílinn fyrir átökin. Skiptum vél og fleira. Að því loknu þá ætla ég að sýna ykkur vídeó sem hann Arnar vinur minn gerði af mössuhlitningnum í Reykjavík. Frábært vídeó sem Arnar tók og klippti. En við byrjum á Ingólfi. Ingólfur Guðvarðarsson, gjörðu svo vel. Góðan sæll og blessaður, Ingólfur Guðvarðarsson. Sæll. Þú að gera torfærujafnvæginn kláran fyrir Evrópumótið í torfæru? Já, við erum að græða það. Við svo alveg á síðasta tíma. Og fara að setja mótorinn í gang núna? Já, þá fara að setja í gang og fara að prófa daginn að fara enn og sjá hvort það sé ekki allt í topplagi ef maður fer út. Og sjá bara hvað gerist. Hvað varð að þú ákveður að taka Evrópumót? Eiginlega bara svona hjálp frá öðrum og gamall draumur. Að fara. Ég get skilið það. Já. Þetta er ótrúlega flott atriði. Já. Þetta er eins og maður segja, maður langaði alltaf fyrst að fara að keppa, byrjaði í fyrra, fara sjálfur að keppa með bílinn sinn og svo bara langaði maður að fara stærra og meira og fara út að keppa, sjá bara hvað maður nær. Nú ertu komið með stærri mótor og þú ætlar að fara á stærri dekk og... Já, núna það komin 468 Big Block og að fara á Ausur, Digger Ausur, eitthvað svolítið heita þér og hann sem sagt bara láta allt ske og láta drauminn reddast. Nú ertu komið Nitro líka ofan á Big Blockina? Já, það veitir sko ekkert af. Það veitir ekkert af hann úti? Nei, það er langa brekkur, mjög erfiður sandur þar og það veitir sko ekkert af. Þarft mikið power til að fara upp? Já, mikið power. Það er laust og löng stál og það er bara mjög gaman. Hefurðu farið út að skoða aðstæðurnar? Búinn að fara á 2 staði úti og ég ekki alveg klár á hvort að þetta sé grifina sem ég er búinn að fara sem við verðum að keppa. Og hvernig finnst þér að sjá þetta svona í samanburði við það sem þú ert búinn að vera að gera hér? Þetta er allt annað en úti. Það er miklu stærri grifjur og bara miklu erfiðara en hérna á landi. Litla grifjur hérna. Já. Og þeir eru rosalega sterkir orðnir hérna úti. Þannig að maður þarf að hafa allt til að fórna sér í öllu til að ná sigri hérna úti. Já. Hvað ferðum við marga með þér út? Við verðum, við förum 3 núna fyrstu ferðina frá mér og vísu þetta er samanlegt með Bubba og Bjarka. Þetta er eiginlega saman service team bara, Ísland. Já. Þetta er bara hjálpa á stað. Þetta er erfitt og það er ekki hægt að taka endalaust af mannskap með. Þetta er dýrt. Hvað farið þið margir út í það heila? Ég er ekki alveg kláraði. Sem ég veit þá erum við einhvað rétt held ég 10 mann sem ég veit Ég held að það sé fleiri. Hellingskeppislið? Já, það er
þetta er góður hópur en það vantar suma með sem koma næstu ferð sem eru góðir. Já, hvað verður þetta margar ferðir fyrir þig að fara þarna út? 2. Þú ferð 2 ferðir og tekur þá hvað, 2 keppnir í sitthvað skiptið? Já, 2 keppnir og svo heim aftur og með bílinn. Og keppa á Akureyri? Já, en byrjum á að keppa Vestmannaeyjum og svo Stabbinn og svo Akureyri. Og það er 2 daga keppni þar. Það eru hörku keppni maður. Já. Það er mikið sísoni á þér núna? Já, samt mætti vera lengra. Mætti vera fleiri keppnir innan heima. Og þannig að maður geti eftir sig miklu meira á maður fer út. Og svona, eins og maður segir. Það er meira gaman. Þú ert eiginlega úti að æfa þig fyrir Íslandsmótið? Já, það er eiginlega það. Já, þú snúðaði alveg á gólf? Já, og það er, eins og maður segir, það er bara gaman að þessu. Og maður á mjög góðan stuðning frá góðum vinum að hjálpa manni í þessu. Já, nú er þetta ansi mikið skref sem þú átt að taka. Þetta hlýtur að kosta þig alveg gríðarlegan peninga. Já, þetta kostar frekar mikið. Buddan er tóm eftir þetta, en það er, svo hefur maður gott að. Góða hjálp. Góða hjálp? Já. Hverjir eru að hjálpa þér? Bróðir og móðir. Og er ekki hérna einhverju sponsorar á bílinn? Fyrirtæki? Jú, sem konir eru, það er einn aðeins með Rifurn og svo er Egils. Þeir eru konir. Já. Svo Rennaður Stægis og Kistuvöll. Og svo er það GK Vigerir sem maður er frá sjálfur. Já. Og það er eina sem er komið, staðfest. Það er vonandi að koma einhverju fleiri núna. Já. Það er að líða á. Svona þetta er að sjá hvað þeir segja í Pálsson, hvað þeir vilja gera fyrir mig aftur. Já. Það er flott sko, þið veitir ekkert að fá stuðning. Nei, ég veit sko ekkert að. Þetta er dýrt og en þetta er gaman. Ertu búinn að breyta bílnum frá því í fyrra? Nei, ekkert annað en bara vél. Það er eina breytingin. Eina breytingin, það er bara vélinn og nýtrógraf og dekk. Já. Ég vísu færði vaska sem hann var fram í, færði hann aftur í og bensintanki fram í. Og svona það breytti því. Af hverju seturðu vatnið aftur í? Stærri vaskasa og meira pláss kringum vélina. Hann var hallandi yfir vélina og það var ekkert plássamlag að skipta reim og svoleiðis. Já, þannig að plássið er miklu betra núna. Já, og samt er það lítið. Samt er það lítið, já, þetta er nú ansi stór vél. Já, þetta er svona smá. Já, þetta er flott vél, til hamingju með þetta. Ég er alveg rosalega hrifinn af þessu. Já, þakka þér fyrir það. Hvað er hérna, ég sá að þú ert með vatnsdæluna inn í bíl, en þessi vatnsdæla sem er framan á vélinni, er hún bara dummy? Hún er bara leguhjól, dummy, og það er búið hreins innan um spaðana og þannig að hún gerir ekkert og það er vatnsdæla inn í bíl rammars, svona til að dæla. Þannig að vatninu er hringrásæði og maður getur hringrásæði, það er dautt á bílinu líka. Já, þetta er nokkuð sniðug lausn sem þú ert búinn að finna hérna. Já, þetta er nú gömul lausn. Sem að byrja með þessa dæluna hann inni. Já. Það er Siggi Dós, hann byrjaði með það. Já. Þannig að sem sagt, hann byrjaði með þetta og hann sem sagt gerði þetta og það er margir eftir honum. Það virkar vel. Já, þetta alveg hefur virkað, það er margir með þetta svona. Ertu að fara að taka í hann núna bílinn? Þá fara að gangsetja og sjá hvort það sé allt í topplagi og sjá hvort þetta virki. Já, ég hef bara óskað þér góðs gengi í síðustu vinnu. Já, þakka þér fyrir það. Við sjáumst bara hvenær, í Vestmannaeyjum þá, ekki næst? Jú, það er Vestmannaeyjar, nema þú komir út. Já, það væri gaman núna að fara út. Það er.
En annars það bara Vestmannaeyjar? Já, það var á Vestmannaeyjar. Það að fara að muna eftir að fara að panta miða í ferjuna? Já, ég er búinn. Þú ert búinn? Já. Ég er ekki búinn að því. Það var að drífa í því. Það má ekki klikka. En takk fyrir þetta. Já. Við sjáumst aftur. Takk fyrir. Takk það.